Sæl, hérna ætlum við að leggja á og brýna sporjárn. Hérna erum við með kassa sem er með brýnum og hér er eitt alveg tilbúið. Berum við á eftir og bera á það olíu. Hér erum við með vinkil til að sjá hvort að sporjárnin sé í vinkil. Það er nú greinilega ekki í vinkil, við þurfum að taka aðeins af því, bretta það af. Hérna erum við með gráðurnar og við ætlum að vera með í 30 gráður, sjáðu. Og járnið er í 30 gráður, þannig að við getum bara stillt smergalinn eftir því. Hérna erum við með sniðmál sem við hefðum getað notað í þessu tilfelli. Sjáðu, aðtóða þetta. Hér erum við með svo aðaltækin, það er hlíf til þess að vera í augun á okkur og heyrnartól eða til að verja heyrnin okkar, heyrnartæki og þetta notum við. Við setjum enga vélar í gang fyrir við erum búin að nota þetta. Og við setjum þetta á okkur og svo kveikjum við á tækinu og hér er hlíf, hún verður að vera skilyrðislaust á og ég renni hérna, járninu hérna, ég þarf rétt aðeins að, svona, við ætlum að sjá bara hvernig þetta lítur út allt saman, það var lítið síðan þetta rétt að, aðeins höfum þetta betur, svona. Og þetta er ljómandi gott, allt komið í vinkil, þá fyrir ég bara heilsteininn, þetta er ég búinn að stilla, með gráðurnar, 30 gráður og ég rúla hérna járninu. Svona, og kælið á milli, ef við kælum það ekki á milli, þá er bitið fljótt að fara úr því því að það ofitnar, það verður segara. Og aðeins að leggja fullur á. Og við förum alltaf fram og tilbaka og mótum allan steinu, það er líka bara til þess að hann slitni í járn. Svona, nú er þetta bara orðið ljómandi gott, sko, sjáu þið. Nú er þetta bara ljómandi gott. Kælum þetta aðeins. Ok, þá förum við hérna svo aftur hérna og að brýnunum. Ég ætla aðeins að vera að passa okkur að það liggi hérna vel á brýnunu. Og við slítum svona fram og tilbaka, allt löðrandi olíu og hérna. Þannig og þetta verður kveikt, sjáu þið, og hvað gerist. Þetta er bara alveg sko flugbítur sporjárni, sjáu þið. Við verðum alltaf að hafa báðar hendur á sporjárninu, ekki hendina fyrir framann og ekki gera svona, við verðum alltaf að vera með báðar hendur á sporjárninu, sjáu þið. Takk fyrir.